it, Sue. Your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left. No, it couldn't be true. When I think of angels, I think of you.
Kæru vinir, ekkert okkar hefði óskað þess að koma saman hér í Digranesskirkju í dag af þessu tilefni. Hún Jóhanna Rós hefur hvatt þetta líf langt fyrir aldur fram eftir erfiða sjúkdómsbaráttu og orð mega sín lítils gagnvart þeirri djúpu sorg. En hér skulum við minnast hennar og þakka fyrir dýrmæta minningu hennar. Áður en lengra er haldið vil ég koma á framfæri innilegum samúðarkveðjum til fjölskyldunar frá ástvinum sem ekki geta verið með okkur hér í kirkjunni í dag. Fyrst eru hér hjartans kveðjur frá Valeri, systur Jóhönnu og syni hennar Kól sem búsettur í Bandaríkjunum. Sigga, föðursystur Jóhönnu og Benni, eiginmaður hennar sem búsettur á Spáni, biðja einnig fyrir kæra kveðjur. Steini, sem liggur rúmfastur á spítala, sendi fjölskyldunni innilega samúðarkveðjur og það gera þau Sissa, Dilja og Kristján einnig. Nicole, vinkona Jóhönnu, búsett í Þýskalandi, sendir innilega samúðarkveðjur og að lokum sendir Bastian Henze fyrir með eiginmaður Jóhönnu og barnsfaðir sínar innilegustu kveðjur. Eins og þið sjáið hefur bálför þegar farið fram í Þýskalandi og kerið hennar Jóhönnu er hér með okkur í dag og myndin af henni. Í lok athafnar verður kerið borið hér fram í forkirkjuna, í anddyri kirkjunar og sömuleiðis myndin hennar. Synir hennar, þeir Nonni og Elvar munu hjálpast að við það. Og þá getum við gengið þar að og syngt yfir eins og við gerum þegar kistu jarðarför er að ræða. Duftkeri verður jarðsett síðar og fyrir vikið er smá villa í skránni, það kemur fram moldun, en moldun mun fara fram í garðinum þegar þar kemur, þannig að sálmurinn þannig í lokin verður sungin í heild sinni. En nú skulum við signa okkur og biðja saman. Við segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Góði Guð, blessaðu þessa stund og minningarnar sem hún er helguð. Vertu nálægur ástvinum Jóhönnu í sorg þeirra og nálgast okkur með græðsluðinni, hjálp, huggun og friði. Þessum friði sem er æðri öllum skilningi. Fyrir Jesú Krist, Drottinn okkur og frelsara. Amen. Drottinn er minn hirðir,
í þeim kafla fyrra Kórinthubréfs sem stundum kallaður óðurinn til kærleikans, ritar Páll postuli þessi orð. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Amen. Í fyrsta Jóhannesarbréf er ritað:
Í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að Guð hefur sendt engjason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að Guð elskaði okkur. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur. Amen. Æsku minna leiðir lágu lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér þar. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Nú vil ég biðja ykkur sem eigið hægt með að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið, hóf að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunna verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live
step along the byway, but much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it all and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I loved, I laughed and cried, I had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who needs. The record shows I took the ball and did it my way. And did it my I did it my way. Ég fór mína leið að hlutunum. Þessi söngur leitaði sterkt á huga ástvina Jóhönnu eftir að hún lést langt fyrir aldur fram. Hún var sjálfstæð í hugsun og gerði allt eins og henni fannst best að gera hlutina. Hógværð hennar, dugnaður, jákvæðni og kærleikur hafði áhrif á margt samferðafólk hennar, og eftir að hún greindist með þennan erfiða sjúkdóm fyrir ári síðan, og þegar þá var nokkuð augljóst hvor myndi bíða lægri hlut, þá tók hún þeirri baráttu af einstöku æruleysi, nánast ofurmannlegu æruleysi. Einu sinni var maður spurður að því hvers konar eftirmæli hann myndi helst vilja fá að sér látnum, og sá svaraði eitthvað á þá leið að ég hafi viljað gera heiminn að betri stað. Og mér finnst þessi orð eiga vel við hana Jóhönnu Rós ef við kveðjum hér í dag. Jóhanna Rós Hense Blöndal
fæddist í Reykjavík 27. maí árið 1978. Foreldrar hennar eru Guðbjörg Róbertsdóttir og Kristinn Blöndal. Bróðir Jóhönnu er Róbert Már, hálfsystir þeirra er Valerí Kristína Blöndal. Jóhanna var aðeins 5 mánaða þegar fjölskyldan flutti til Akraness. Hún var frá upphafi ljúft og glaðlegt barn en með sjálfstæðar skoðanir eins og áður hefur komið fram, til dæmis á því hverju hún vildi klæðast í leikskólanum. Það var alltaf verið í stíl. Jóhann átti mjög auðvelt með að tengja við krakka, var vinamörg og vinsæl og hafði góð áhrif í hópnum í kringum sig. Þegar hún var á 7. ári flutti fjölskyldan til Hamborgar í Þýskalandi og var Jóhanna fljót að venjast lífinu þar. Í Þýskalandi er allt í fremur föstum skorðum og mikið skipulag varðandi uppeldi og ekki síst þegar börn fara í heimsókn hver til annars. Það er sem sagt ólíkt því sem við eigum að venjast hér á landi. En það er óhætt að segja að íslenska leiðin hafi fallið í kramið hjá vinum Jóhönnu og Róberts, því heimilið var eins og umferðarmiðstöð fyrir börnin í hverfinu og það stóð þeim alltaf opið. Jóhanna eignaðist marga góða vini í Hamborg. Þau Guðbjörg og Kristinn ferðuðust mikið með börnin þegar þau voru lítil og án efa hefur það kveikt þennan brennandi ferðaáhuga Jóhannu. Hún var góður námsmaður og sinnti skólanum alltaf vel. Var gædd tónlistargáfu og lærði tíma á píanó. Jóhanna hlustaði alltaf mikið á tónlist í gegnum tíðina og síðustu árin var hún nánast alltaf með tónlist í eyrunum. Hún hafði gaman að því að dansa, var í dansskóla og lærði bæði ballett og samkvæmisdansa og tíma æfði hún einnig handbolta. En hvað varðar tónlistarsmekkin má segja að Jóhanna hafi verið nánast alæta á tónlist en á unglingsárunum þá var strákasveitin New Kids on the Block í sérstöku uppáhaldi. Og hún fór oftar en einu sinni á tónleika með þeim, í annað skiptið þegar hún fór með pappa sínum á sjávarútvegssýningu í Boston. En eftir að hafa búið í Þýskalandi í 10 ár flutti fjölskyldan aftur til Íslands og í kjölfarið skildu foreldrar Jóhannu, sem að þá var 17 ára gömul. Hún settist á skólabekk í fjölbrautaskólanum í Ármúla og síðar fór hún á ferðamálabraut í fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Hún sótti einnig vistaskiptanám í Austurríki ásamt fleiri krökkum frá Íslandi, en þar var því miður ekki staðið nægilega vel að málum, en fyrir harðfylgi og ákveðni þá kom Jóhanna sér úr mjög erfiðum aðstæðum í Austurríki og þar sem hún var altalandi á þýsku þá gerðist hún talsmaður hinna íslensku krakkana, svo allt fór nú vel að lokum. Tíma bjó hún hjá föður sínum í Flórída. Hún elskaði sólina þar, enda var hún mikill sóldýrkandi og gat setið í sólbaði nánast endalaust. En þegar Jóhanna var tvítugt flutti hún til Göttingen í Þýskalandi og bjóð þar í nokkur ár og þar lærði hún ferðamálafræði og vann ýmiss konar verslunarstörf meðfram náminu. Jóhanna Rós var flugfreyja hjá Air Berlin í nokkur ár og þar má segja að hún hafi verið í essinu sínu, enda elskaði hún að ferðast heiminn eins og áður hefur komið fram, ekki síst framandi slóðir og að kynnast ólíkum menningarheimum. Jóhanna var einstakur dugnaðarforkur, nákvæm í öllum sínum störfum, gætt sérstakri þjónustulund og sýndi öllu fólki virðingu. Enda naut hún bæði vinsælda og virðingar samstarfsmanna sinna og yfirmanna sinna. Svo ekki leið á löngu þar til hún var gerð að yfirflugfreyju hjá Air Berlin. En á þessum tíma kynntist Jóhanna Bastian Hentze flugstjóra. Þau gengu í hjónaband 30. apríl árið 2004.
Synir þeirra eru Elvar, fæddur 18. september 2004 og Nonni, fæddur 1. október árið 2006. En eftir að drengirnir fæddust þá ákvað Jóhanna að vinna heima við í nokkur ár og sinna uppeldi þeirra. Þau Bastian bjuggu fyrst í Paderborn og síðar í Salzkotten. Á báðum stöðum eignuðust þau marga góða vini. Jóhanna var mjög reglusöm og hélt þar með öllu í röð og reglu á heimilinu og hún hafði næmt auga fyrir því að gera fallegt í kringum sig. Hún var einstaklega góð mamma. Hún mætti á alla leikina sem strákarnir spiluðu, tók þátt í öllu sem þeir gerðu og var endalaust stolt af þeim, Elvari og Nonna. Vegna þess að Bastian vann mikið að heiman var Jóhanna oftar en ekki ein með strákana. En þau Jóhanna og Bastian skildu árið 2014. Jóhanna var alla tíð mjög umhugað sína nánustu, sýndi þeim mikinn kærleika og hélt góðum tengslu við foreldra sína og systkini. Og það var ekki síst þess vegna sem að fjölskyldinu þótti eiga vel við að láta syngja þennan söng sem við heyrum hér á eftir, I just called to say I love you, eða ég hringdi bara til að segja ég elska þig. Þær mæðgur Jóhanna og Guðbjörg voru sérstaklega nánar, hringdust daglega á og voru duglegar að heimsækja hvor aðra í gegnum tíðina. Fyrstu árin eftir skilnað þegar Bastians bjó Jóhanna með Elvari og Nonna í Þýskalandi, en árið 2018 fluttu þau hingað í Kópavoginn og bjuggu hér í rúmt ár. Eftir það voru þau skammarhríð í Flórída, áður þau fluttu aftur til Þýskalands og settust að í Düsseldorf, þar sem þau bjuggu æ síðan. Jóhanna hafði fullan hug á að snúa aftur til vinnu í ferðaþjónustunni og sótti sérstakt námskeið í Berlín því tengt, en svipað leyti skall COVID-faraldurinn á með öllum sínum höftum og lokunum. Á tíma faraldursins fékk Jóhanna afar þungan og erfiðan taugasjúkdóm sem olli meðal annars lömun og blindu, en hún tókst á við þann vágest af einstöku baráttuþreki og hennar meðfædda lífsgleði og jákvæðni fleytti henni langt í þeirri baráttu og hún kvartaði aldrei undan hlutskipti sínu. Fyrir ári síðan greindist hún svo með 4. stigs krabbamein eins og kom fram hér í upphafi máls míns. Það var Jóhönnu og ástvinum hennar að sjálfsögðu þungt og mikið áfall, en eftir sem áður þá gekk hún áfram með sitt einstaka æðruleysi í farteskinu í þessum erfiðu aðstæðum. Tíminn síðan var sannkölluð þrautaganga til síðasta dags, en hún verður ekki rakin frekar hér. Nú er það stríð að baki og Jóhanna er nú umvafin elskandi faðmi Guðs. Í þessu erfiða ferli hefur hver gengið undir annars hönd að hjálpast að og þeir Elvar og Nonni hafa staðið sig einstaklega vel í þessum erfiðu aðstæðum svo að eftir hefur verið tekið. En Jóhanna lést á Háskólasjúkrahúsinu í Düsseldorf 12. júlí síðastliðinn. Kæru vinir, það hefur verið sagt að sorgin sé vegur sem enginn vill ganga, en þið vitið að á þeim vegi mun, þrátt fyrir allt, minning Jóhönnu vera ykkar styrkur og gleði. Hún var og verður elskuð og elsku Elvar og Nonni, foreldrar, systkini og aðrir ástvinir. Þið finnið þessa samstöðu, hlýhug og kærleika og samhug sem fyllir hvern krók og kima hér í kirkjunni í dag. Ég minni á orðin sem ég las úr fjallræðu Jesú.
sömuleiðis orð Páls kærleikan. En orðin sem ég vitnaði til Jesú eru oft nefnd sæluboðin. Þar sem hann talar friðflytjendur meðal annars. Og þessi orð eiga vel við hana Jóhannu Rós sem var í rauninni öllum þeim kostum búin sem bæði Jesús lýsir í fjallræðunni og Páll fjallar í kaflanum kærleikan. Í sæluboðunum minnir Jesús syrgjendur á að huggunin í sorginni helst í hendur við vonina og vonin liggur í framtíðinni. Guð blessi ykkur öll og styrki. Í ljóði eftir Guðfinnu Rúnarsdóttur segir: þær haldast í hendur, gleðin og sorgin, þær faðmast og tárast, gefa og þiggja, skínhnoðrar og stjörnur himins eru á skjön við allt sem er. Þær haldast í hendur, gleðin og sorgin, samhentar, endurraða þær á himinhvelfinguna. Skínhnoðrar og stjörnur himins endurspegla fegurð þess sem var og er. Guð blessi minningu Jóhannu Rósar Hentze Blöndal. Hún var, er og verður elskuð og Drottinn blessi þig. Amen. Just call to say
just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Oh my heart, oh my heart. Við skulum biðja saman. Miskunn sem Guð, eilífi vinur okkar, skapari og frelsari, þú ert brunnur viskunnar, sannleikans og kærleikans, og við biðjum að vera ástöfunum Jóhannar Rósar nálægu núna þegar við felum hana vald henni eilífi umsjón. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni,
Við skulum fela hugsanir okkar, minningar og bænir saman í bæninu sem Jesús kenndi og biðja saman einum rómi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Leiðist ég veit það, kæra vina. Vilt á brott að kanna nýjan stig. Þér skortir kjark, þú hikar og hugsar dag og nótt. Hræðist að þú munir særa mig. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Góða ferð, já það er allt og síðan bros. Því ég geymi alltaf vina, það allt er gafstu mér. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Við áttum saman yndislega stund. Við áttum sól og blóm og hvítan sand og skjól á köldum vetri vindur napurt söng og vonum gullin ský og fagurt lag. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Góða ferð, já það er allt og síðan bros. Því ég geymi alltaf vina, það allt er gafstu mér. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Ást var mín og brosið